Stebbi. Versa. Velir. Já, ég leik hérna Þóri. Ég er valinn í hóp 10 efnilegustu leikara í Evrópu núna. Og var að koma frá Berlín eftir að hafa verið svona verðlaunahátíð fyrir það. Og þetta er alveg svona definitely næsta skref. Eitthvað gætlingaveisinn? Kallar líka að leggja hann? Undirbúningurinn var mjög mikill. Það er, þegar maður er að leika í bíó þá má í rauninni ekkert út að bregða. Og ég fór í iðnskólann, skráði með iðnskólann og var í rafverkjanámi í 2 mánuði cirka. Sem var svolítið vesinn, ég þurfti að borga skólagjöld og kaupa bækur og eitthvað svoleiðis sko, en ég sé ekki til því í dag. Það gerir þetta svolítið stórt, en þú veist. Lærði rosalega mikið á því að vera þarna bara í kringum þau og eignast vini, þú veist, og fara með þeim á böll og voru með þeim í matsalnum á hvernig degi, þú veist. Það gaf mér tilfinningu sem að, þú veist, ég hefði ekkert getað leikið, sko. Það er eftir þessu. Og ætli það hefði ekki verið einhverjir svona 4-5 mánuðir í það heila sem fór í þetta. Já, maður svona eiginlega, maður kveður svolítið fjölskylduna, sko. Það tekur maður alla athygli frá Þorvaldi. Já, sko, já, ég held að Svartur á leik sé að græða mjög mikið á því að ég sé með núna eftir að ég var valinn einn af 10 efnilegustu leikurum í Evrópu. Það var rosa mikið svona publicity í kringu það, að þessi myndir í rauninni farin úr því að vera bara mynd í það að vera stórmynd. Bara útmeld þetta innskólakjaftaði. Sleppið þið bara. Það er ekki að virka.